Síðastur á mælendaskrá hér í dag Hrannar Bragi Eyjólfsson. Garðabærin væri ekki kirkjusamfélag með sama hætti og raun ber vitni ef ekki væri fyrir afa þinn og þú ætlar að tala hann hér aðeins á eftir. En fyrst og fremst ertu hér kominn sem bæjarfulltrúi í Garðabæ til þess að við lítum okkur nær hér í lokin og spyrjum hvað Garðabær að gera, hvað í boði í bænum okkar og hvert hlutverk nærsamfélagsins. Gjörðu svo vel, Hrannar Bragi. Já, kærar þakkir fyrir það. Hvernig fæ ég við glærur? Ég segja fyrst frá því svona í upphafi að út af því að það var harmonika hérna. Gleymi ekki að eitt af því sem við höfum verið að gera eða félag eldri borgara var að halda ball í Garðaholti og ég man eftir að Laufey Jóhannsdóttir formaður félags eldri borgara sagði við mig að þetta var yndislegt ball og það besta við það var að það var engin harmonika. Og mér fannst þetta svo gott því að hún auðvitað þeirri kynslóð sem að Beatlarnir og Rolling Stones og annað hérna. Við oft tengjum þetta saman en já, ég hafði mjög gaman að því. En já, ég ætla bara kannski fá að byrja á að þakka Garðarsson fyrir þetta málþing, þetta þarfa málþing og enn og ný sýnir kirkjan að hún vakandi og síkvik og með fingur og púlsi samfélagsins og ég vil líka einnig óska Aðalbjörgu Stefaníu Helgadóttur til hamingju með þetta frábæra verk, þessa bók sem ég las af miklum áhuga og læriði margt. Það var margt sem mér fannst mjög áhugavert og ég þakka henni kærlega fyrir það. En ég heiti Hrannar Bragi Eyjólfsson og sit í bæjarstjórn Garðabæjar og formaður íþrótta- og tómstundaráðs bæjarins sem hefur félagslega virkni á sinni könnu og forvarnir líka og þess vegna var ég beðinn að halda erindi hérna fyrir hönd bæjarins og ég þakklátur fyrir það að fá það tækifæri. Nú, örstutt afa minn, þetta hann afi minn, myndalögu kall. En hann mér þykir sérstaklega vænt að flytja þetta erindi í þessari kirkju. Hann var prestur hérna í yfir 3 áratugi í Garðasó og var leiðtogi líka í þessu sveitarfélagi frá upphafi þéttbýlis og það má eiginlega líka segja að einn rauði þráðurinn í hans starfi hafi einmitt verið að rjúfa félagslega einangrun og að skapa vettvang fyrir félagslega þátttöku. Og við sjáum svo margt, ég vil bara svona rétt nefna að við hugsum bara arkitektúrinn í þessu húsi sem við erum í hérna núna, kirkjuskipið, hvernig það sett upp. Það breiða kirkjuskip sem hérna. Það ekki langa leikhús og af hverju það? Það voru því að presturinn, hann vildi fá nálægðina. Hann vildi að fólki væri sem næst altari Guðs. Og það alveg sama með safnaðarheimili hérna sem var ekki hugsað sem einfaldlega safnaðarheimili heldur sem miðstöð menningar, fræða, listar, trú og félagslífs í Garðabæ. Og það sannarlega hefur verið raunin og enn í dag þannig. Við sjáum til dæmis að Smiðjan hérna sem félagsstaf eldri borgara, hérna var Hofsstaðaskóli, tónlistarskólinn, hérna bara starf fyrir unga og aldna frá morgni til kvölds og hefur verið núna í næstu 50 ár. Þannig að það margt, þetta hús mjög merkilegt. Að hann var mér fyrst og fremst bara mjög kær afi og sýndi með þann kærleika sem afar gera og sem einmitt kemur fram í bók Aðalbergar afskaplega mikilvægt að við finnum hjá fólkinu okkar. Og ég hef verið að vinna ævisögu hans sem ég hef gert undanfarin 7 ár og hún kemur núna út á næsta ári. En ég hérna fyrir hönd Garðabæjar og þá auðvitað vert að minnast á hlutverk sveitarfélaga og ég sé það þannig að hlutverk sveitarfélaga sé að bjóða upp á þjónustu og verkefni sem styrkja samfélagsleg tengsl og stuðla að félagslegri þátttöku og þannig eiga sveitarfélögin í breiðum skilningi að stuðla að og styrkja og efla aðgerðir sem stuðla jákvæðu samfélagi þar sem fólk finnur fyrir tengslum og stuðningi. Og við í Garðabæ við vinnum að þessu markmiði með margvíslegum hætti. Ég vona að þetta sjáist nú hjá mér, þetta nú ansi smátt, en falleg myndin. Við erum með félagslega þjónustu á vegum Garðabæjar. Við erum með íþróttir og tómstundir og aðra félagslega starfsemi. Við sköpum samfélagslega miðstöðar eins og íþróttahús, sundlaugar, miðbæi, bókasöfn og svo framvegis. Við erum stofnað til menningarviðburða og félagslegra samkomna og síðan erum við náttúrulega með félagslega umfjöllun. Ég ætla sérstaklega að fjalla félagslega hlutann og hvað Garðabær að gera í íþrótta- og félagsmálum og ég ætla líka sérstaklega að fjalla unga fólki okkar og eldri borgara því að eins og kemur fram í bók Aðalbjargar þá þetta þeir 2 aldurshópar sem eru mest einmana í
í samfélaginu og einmanaleiki hefur líka aukist umtalsvert hjá unga fólkinu okkar eins og kemur fram sem eitthvað sem veldur manni ónotum. En ég sem áður segir, nú eitthvað að gerast hérna, eitthvað að klikka. Já, það engin kynning góð nema að séu félagslegir örðugleikar, sko. Þetta hefur maður lært. En það já, Íþrótta- og tómstundaráð, þetta ein elsta nefnd bæjarins. Hún byggir á æskulýðs- og leikvallanemnd bæjarins sem var stofnuð 1962 og ég hef gaman að sýna þetta fyrsta fundagerðin og fyrsti formaður þess ráðs var líka séra Bragi Friðriksson og þess vegna finnst mér afskaplega skemmtilegt að feta í fótspor hans núna svona mörgum árum síðar og æskulýðs- og leikvallanemnd þetta átt að sjá öll mál sem snúa að æskulýðnum og síðan leikvellinni, það eru gæsluvellinni sem við munum eftir, sem eru undanfarar leikskólana hérna í bænum og hérna kannski segja örlítið líka bara frá séra Braga, fyrst að við erum hérna. Hérna tilvitnun í hann líka. Hann var líka formaður skólanefndar hérna í bænum og þar var líka lögð mikil áhersla á félagslegt starf. Við sjáum að bæði var bara lögð meiri áhersla í skólastarfi í Garðabæ og félagslegt starf heldur en annars staðar og samanskapið að sjá þetta í hönnun húsana. Það gert ráð fyrir miklu meira félagslegra rými í skólum í Garðabæ, sjáum þetta í Garðaskóla og Flataskóla heldur en var almennt gert annars staðar. Þetta var beinlínis markmið hjá frumbyggjum þessa sveitarfélags. Og síðan stofnaði líka fjölda félaga sem byggðu upp það félagslega net sem við stöndum eiginlega enn á í dag og þar má nefna ungmennafélagið Stjörnuna, skátafélag, æskulýðsfélag, tónlistarfélag, bræðrafélag, Rótaryklubb og meira að segja hundavinafélag. Og eins og Steinar J. Lúðvíksson sem skrifaði sögu Garðabæjar og sögu Stjörnuna sagði við mig að þegar hann hafi verið að sá þetta allt saman þá þurfti hann að fletta upp öllum blöðum til þess að athuga hvort hann hefði ekki örugglega stofnað búnaðarfélagið og kvenfélagið líka. En það var auðvitað ekki, en hann hafði margvísleg áhrif á bæinn hérna og allt þetta var gert fyrir börnin og allt æskulýðsstarf í bænum, hvort sem það var í skólanum eða í félögunum, það má eiginlega segja að það hafi verið grundvallast á þessu sem hann segir þarna þegar hann segir hjálpum hverju barni að finna sérgáfu sína og hæfileika, þá finna þau hamingju sína. Og þetta er vissulega kristin afstaða, þetta byggir á þeirri kristnu lífsstefnu hans. Og ég vonaði fyrirgefum að ég skuli tala afa minn hérna, það var kannski ekki alveg ætlunin en ég bara vil nefna þetta vegna þess að þegar við horfum á hvernig allt uppbyggt þá sjáum við af hverju við erum að gera hlutina eins og í dag því að auðvitað byggjum við á þessum grunni enn í dag. Við trúum ennþá í Garðabæ á mikilvægi félagsstarf og við erum að styrkja félögin í bænum umtalsvert einmitt til þess að vinna þessu markmiðum hollar hreyfingu og félagsskap því við vitum bara að þetta einn mesta forvörnin í lífi barnanna okkar. Þá naumast að spyrja hvað Garðabær að gera í dag og hérna hef ég skipt þessu bara í 5 hluta, bara með íþrótta- og félagsstarf. Í fyrsta lagi þá erum við að byggja og rekum íþróttamannvirki og það eru 4 íþróttamiðstöðvar í Garðabæ, það Ásgarður, Miðgarður síðan nýjastur, síðan Álftanes og Mýrin sem hérna hjá Fjölbrautaskólanum og Hóstaðaskóla. Síðan eru líka íþróttahús við Sjálandsskóla og við erum að byggja núna íþróttahús við Urriðaholtsskóla. Og það eru líka 2 almenningssundlaugar í Garðabær og líka nokkrar minni sundlaugar eins og við þekkjum í Sjálandsskóla og Mýrinni og síðan verður líka í Urriðaholtsskóla. Og síðan svo margt annað eins og ég tek líka sem dæmi hreistivelli sem eru hérna við göngustígana sem að fræða bæinn okkar. Við erum með knattvelli, köruboltavelli, hreistitæki og göngustíga. Þetta allt til þess að stuðla að aukinni hreyfingu í bænum. Nú í öðru lagi þá gerum við samninga við félög í bænum og það eru 20 félög sem eru að fá beinan fjárhagslegan styrk til þess að sinna íþrótta- og félagsstarfi. Í þriðja lagi þá höldum við úti hvatapeningakerfi fyrir ungmenni í bænum sem á að hvetja til þátttöku í þessu starfi og ég ætla að fjalla aðeins nánar það kerfi hérna eftir smá. Og í 4. lagi þá rekum við 4 félagsmiðstöðvar í bænum í skólunum okkar og núna líka gleðilegt að segja frá því að við tókum það ákvörðun núna á síðustu vikum að við ætlum að stofna ungmennahús í bænum sem í raun og veru félagsmiðstöð fyrir ungmenni sem eru komin úr grunnskólanum á aldrinum 16 til 25 ára. Og síðan í 5. lagi þá rekum við líka frístundabíla sem að keyra hérna bæinn og koma börnunum okkar í frístundastarf og íþrótta- og tómstundastarf víða í bænum. Þetta eru félög í Garðabæ. Það rosalega mikill félagsauður. Það svona oft finnst mér því að tala við fólk að það hugsa bara að þetta Stjarnan og jú, það skátafélag og eitthvað svona, en
þegar maður setur þetta allt upp, þetta eru bæði íþróttafélögin og þarna eru líka Rotary klúbbar og Kiwanis og Lions og hvað eina, en þetta eru bara félögin í Garðabæ og það og þarna er ég ekki með til dæmis líka félagsstarfi sem á sér stað hérna. Ég er ekki með allt, þarna vantar æskulýðsfélagi og þarna vantar allt kórastarf og allt saman og við vitum að sókninar hérna í bænum, Garðarsókn og Bessastaðasókn að vinna gríðarlega gott starf í þessu. En eins og sjáið, það er bara mjög fjölbreytt félagslíf og margt í boði og ég vil líka nefna það hér að við þrátt fyrir þetta að við séum að erum góða flóru, þá ætlum við að halda núna í upphafi næsta ár íþrótta- og tómstundaþing og núna í þessu mánuði fara út spurningalistar til fólks á öllum aldri, ekki bara á unga fólki, við viljum líka skoða félagslífið hjá eldra fólki og við viljum að skoða hvernig foreldrunum líður með félagsstarfi hérna og við viljum að spyrja bara hvernig finnst ykkur starfi hérna, hvað það sem vantar, hvar þurfum við að fylla upp í og þetta eru spurningalisti sem eru að fara núna út í og síðan ætla að skapa umræður næsta. Þetta er allt beinlínis gert til þess að ná utan sem flesta. Því að þó að við séum að gera vel, þá vitum við að það er alltaf einhverju sem við náum ekki til. Þetta er bara eins og ég er að segja með ungmennahúsið að við erum búin að ákveða að stefna því að stofna þetta og þetta er verkefni sem er beinlínis til þess að ná til þessa hóp sem við erum ekki að ná til í dag. Þannig að við vitum að við erum með gott íþrótt- og félagsstarf, það er margt í boði í bænum, en síðan er einhver hópur þarna sem er ekki að ná félagslegri virkni og ungmennahús Garðabæjar verður beinlínis viðleitni til þess að ná til þessa hóps, auka flóruna, sporna þannig við félagslegri einangrun og stuðla félagslegri virkni. Og það má líka nefna það að félagsmiðstöðvarnar eru auðvitað að reyna að ná til þessa hóps með alls konar leiðum, alls konar klúbbum. Ég fór að skoða hvað klúbbarnir heita, það eru nördaklúbbar þarna, það eru alls konar klúbbar sem eru í alls konar klúbbastarfi, þannig að það er ýmislegt verið að gera. En spurningin er alltaf hvernig fáum við fólk til þess að stíga yfir þröskuldinn, því að það er raunverulega málið, hvernig fáum við fólk til þess að taka við þessu félagslega boði sem er í. Og þetta er spurning sem við verðum alltaf að spyrja okkur. Aðeins hvatapenningana, og hvatapinningar virka þannig að hvert barn í Garðabæ á rétt, á aldrinum 5-18 ára, á rétt á 55.000 króna greiðslu frá bænum ef það sýnir fram á þátttöku í skipulegu íþrótta- og tómstundastarfi. Þetta árið 2005 var Garðabær fyrsta sveitarfélagið til þess að byrja með þetta kerfi og þetta framtak vakti töluverða athygli og í öðrum sveitarfélögum þá þekkjum við þetta sem frístundastyrks því að önnur sveitarfélög eiginlega öll hafa tekið upp svona kerfi. En þetta heitir ennþá hvatapinningar í Garðabæ vegna þess að markmiðið er að hvetja börn og ungmenni til þátttöku og það er ekki ástæðulausu því að við vitum bara að þátttaka í slíku starfi hefur ótvírætt forvarnagildi. Við vitum að þau eru líklegir til þess að neyta ekki áfengis eða annarra óæskilegra efna. Við vitum að þau eru líklegir til þess að vera hamingjusamari, minni líkur á því að séu einmana, þannig að þess vegna eyðum við svona miklu púðri í einmitt þetta hjá bænum. Og líka gaman að segja frá því að Garðabær var líka fyrsta sveitarfélagið, þetta gerðum við fyrir árið í ár til þess að tekjutengja hvatapinninga og það virkar þá þannig að þau börn sem búa á heimilum þar sem foreldrarnir eru undir skilgreindum tekjuviðmiðunum eiga rétt að þá auka 15.000 krónum og þannig að heildarfjárhæðin fari upp í 70.000 og ástæðan fyrir þessu er að við viljum reyna að veita öllum börnum jöfn tækifæri í bænum. Þau eiga ekki að þurfa að verða fyrir því að komast ekki í þetta starf vegna félags- eða fjárhagslegrar stöðu foreldra. Og ég las til þess í bókinni hjá Aðalbjörgu að það sé líklegra einmitt að fátækt fólk verði félagslegra einangrað einmitt vegna þess að það leyfir sér ekki að taka þátt kannski í kostnaðarsömum viðburðum eða slíkt og þá má alveg hinfæra þetta yfir að það sé líklegra að börn sem búa á fátækum heimilum séu líklegir til þess að komast ekki í íþrótta- og tómstundastarf einfaldlega vegna þess að foreldrarnir get ekki fyrirgefið mismælið, en get ekki borgað fyrir íþrótta- og tómstundastarfið. Það hefur afleiðing síðan á börnin sem verður líklegir til þess að vera einmanna og svona. Þannig að þetta er allavega viðleitni til þess að reyna að sjá til þess að sem flest börn geti tekið þátt í svona starfi. Síðan þurfum við bara að passa upp og greina og sjá, erum við að ná til þessa hóps, þarf fjárhæðin að vera hærri, tekjuviðmiðunin hærri, hvað þurfum við að gera? Það er greining sem við gerum í sífellu. Hérna sjáum við bara, þetta er söguleg nýting hvatapinninga og ástæðan okkur ég set þessa glæru upp er að
við sjáum þarna sjáum við bara, við getum lagt að jöfnu nánast að þetta sé bara hversu mörg börn eru að taka þátt. Og við sjáum að nýtingin 75% að jafnaði, hún hefur mest verið 81% og minnst 68% undanfarin 10 ár. En þetta sýnir það að það bara hver nýtingin í bænum. Og hérna sjáum við samt, þetta önnur glæra, þetta nýting skipt niður á árganga og þá sjáum við að lengst til hægri, þar eru börn sem eru, það eru yngri börnin okkar fyrirgefið og síðan þegar við förum inn á vinstra ásinn, þá koma eldri börnin. Og við sjáum að nýtingin minnkar töluvert eftir því sem börnin vera eldri. Og við sjáum til dæmis að þegar þetta í 90% þegar börn eru á aldrinum 5 til 13 ára, sem lækkar þetta markvisst niður í 40% þegar börn eru 18 ára. Og við veltum fyrir hvað veldur, þetta minni þáttaka í íþróttalífi? Já, sennilega það stór hluti af þessu. Hitt getur verið líka að foreldrarnir eru hættir að sjá að greiða fyrir þetta og krakkarnir viti ekki að þau eiga rétt á þessum pening á sveitarfélaginu sínu. En allavega, við sjáum líka fylgni við það sem stendur í bókinni Aðalbjörgu. Hún segir á blaðsíðu 167 að einmanaleiki vex stöðugt frá 13 ára aldri, sem sami aldur og þegar þetta byrjar að lækka. Þegar tæplega 10% segjast alltaf eða oft vera einmana, rétt innan við 20% 14 til 16 ára unglinga eru einmana og svo hækkar talan upp í 25% þegar á aldrinum 18 til 24. Þannig að við sjáum fylgni á milli þessara talana. Þegar börn eða ungmenni hætta að taka þátt í svona starfi, þá vex einmanaleikinn. Og það spurning, hvernig eigum við sem samfélag að bregðast við þessu? Örstutt bara ég vildi bara til upplýsingar það hvernig við verjum fjármunum í sveitarfélaginu okkar. Og hérna sjáum við að æskulýðs- og íþróttamál sem eru 13% af útgjöldum okkar, 13% af skatttekjum segir, 2,9 milljarðar, félagsþjónustan eru 3,9 milljarðar og síðan fræðslumálin sem eru grunnskólanir og leikskólanir, það eru 13,3 milljarðar. Og ég seti hérna bara til þess að sýna ykkur hvernig við verjum fjármunum og hvernig þeim skipt í hvaða málaflokka. Nú ég búinn að fara aðeins yfir bara almennt hvað við erum að gera, en spurningin síðan hvernig líður Garðbæingum og ég ætla aðeins að fjalla yfir svona tölur og greiningum Garðbæinga og við byrjum á 5. til 7. bekk og þetta svolítið áhugaverðar tölur, þetta eru tölur frá árinu í fyrra, lykiltölur svokallar og við sjáum hérna efst að 74% segjast eiga marga vini, 67% segjast eiga að æfa íþróttir 4 sinnum eða oftar og 19% sem reyndar bætist við allt hitt taka þátt síðan í öðru félags- eða tómstundastarfi, 1 sinni í viku eða oftar. Það eiginlega neðst á þessari glæru sem svona yndislegasta tölfræðin eins og ég segi. Þar sjáum við að 97% barna í Garðabæ eiga auðvelt með að fá umhyggju og hlýju frá foreldrum sínum og 99% líður oftast vel heima hjá sér. 95% segjast foreldrar sína þekkja vini sína vel. Þetta náttúrulega ekkert annað en kærleikur í samfélaginu okkur sem við erum að sjá þarna. Kristinn kærleikur, svo ég leyfi mér að segja það hérna í þessu húsi hérna. Og það dásamlegt að sjá þetta vegna þess að það kemur líka fram í bókinni Aðalbjörgar að ein algengasta ástæða langvinns einmanaleika skortur á kærleika í uppvexti þegar þörfum okkar fyrir skilyrðislausa ást, tengsl og nánd ekki mætt af fullorðna fólkinu sem ber ábyrgð á uppeldi okkar og umönnun. Og hérna sjáum við bara að börnin okkar að minnsta kosti að fá mjög gott veganesti inn í framtíðina hvað þetta varðar. Hins vegar hérna sjáum við meir einmanaleika og við sjáum að almennt þetta eru strákar í 5. til 7. bekk, almennt einmanaleiki markvert lægri í Garðabæ heldur en landsmeðaltalið og það gleðilegt en það þýðir þó ekki að það séu ekki einmana börn í Garðabæ. Við sjáum að 11% drengja hafa fundið fyrir einmanaleika í 5. bekk, 9,3% í 7. bekk og 6,7% í 7. bekk. Þannig að hann fer lækkandi hérna á þessum árum samkvæmt þessari greiningu. Stelpur eru líka að jafnaði minna einmann í Garðabæ en á landinu öllu. En þarna sjáum við síðan að 10,8% í 5. bekk eru einmanna, 9,3% í 7. bekk en 22% í 7. bekk. Og ég staldraði við þegar ég las þetta af hverju stelpur eru til dæmis umtalsvert í þessum árgangi meira einmanna heldur en strákar. Hvað veldur? Það bara þessi árgangur? Maður veit það ekki. Það þyrfti að skoða ítarlegri gögn til þess að vita hvort að þetta sé einhvers konar þróun sem þarf að sporna við. En ef við tökum síðan 8. bekk, ef við höldum bara aðeins áfram,
Þar sjáum við svipaða tölur foreldra og kærleikinn. Það eru 95% sem eiga auðvelt með að fá umhyggju frá foreldrum sínum og þetta náttúrulega mjög gott að sjá þetta halda áfram svona. Hér síðan önnur áhugaverð tölfræði þannig að við sjáum að sama með hvatapenningana að íþróttaiðkun hún minnkar með hækkandi aldri. Og hér sjáum við líka að rúmlega fjórðungur og næstum þriðjungur ungmenna segjast á þessum aldri nær aldrei taka þátt í skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi. Og þetta eru tölur sem valda mér bara eiginlega ónotum því að þetta aldrei sem segjast taka þátt í þessum starfi. Og mér finnst þetta bara að vera of mikið og þá spurningin, og það auðvitað viðfangsefni okkar á sveitarfélaginu að spyrja okkur hvað veldur og hvað getum við gert. Og ég get sagt ykkur það að við erum að gera það í sífellu. Hér glæðurinn einmannaleika og þar sjáum við að líðan á ungmenna þessum aldri 22% fundu fyrir einmannaleika í síðastliðna viku og aðeins 51% segjast vera hamingjusöm. Þetta finnst mér bara ekki góða tölur. Strákar meta almennt heilsu sína betur heldur en stelpur en þó fer almenn líðandi bara lækkandi með hækkandi aldri og þetta áhyggjuefni en ríma við það sem kemur fram í bókinni hennar Aðalbjargar. Hérna sjáum við líka bara aðeins einmannaleika, ungmenna þessum aldri, hann á bilinu 6-14% svona almennt þó að þetta er algengið sem finna oft fyrir honum og stelpur að jafnaði minna einmanna en strákar. Og eins og kom inn fram áðan þá kom fram í bók Aðalbjargar að meðaltals algengi hefur hækkað úr 15% einmannaleikinn þessum aldri árið 2000 og yfir í 29% árið 2018 og þetta hefur auðvitað vaxið eins og hún kom inn á í algjöru fylgni með aukinni samfélagsmiðlanotkun sem annað sem við þurfum alltaf að vera með augun á. En við sjáum að, eins og ég kom inn á hann, þrátt fyrir að Garðabær sé undir landsmeðaltalinu þá þarna þessi prósenta samt sem áður einmanna í Garðabæ og hún fer vaxandi ár frá ári og með hækkandi aldri og það áhyggjuefni. Ef við færum okkur yfir í, hérna sjáum við samt sem áður eru krakkar og ungmenni á þessum aldri samt sem áður þeim finnst félagslíf almennt gott. Við sjáum að þetta 93% finnst félagslíf gott í bænum og 96% ánægð með bæinn sinn. Þannig að þetta samt sem áður eru ánægð með það framboð sem í gangi, þrátt fyrir allt. Í lýðheilsuvísum, hérna sjáum við þetta eru Garðbæingar 18-34, þetta næsti aldurshópur. Og þá sjáum við að 12,1% ungmenn á þessum aldri eða ungs fólks á þessum aldri segist vera einmanna á móti 18,1% á landinu öllu. Og andleg líðan í Garðabæ þau sem segja að hún sé léleg eru 22,4% en 32,6% allra Íslendinga. Síðan var líka gerð greining árið 2020 og hérna sjáum við, þetta 18-44 og þetta bara allir aldurshópar og þá sjáum við að unga fólkinu okkur líður verst. Það 26% sem segja að andleg líðan sé slæm eða léleg á meðan 45-66 ára þau segja 16% og 67 ára eldri segja 18% og einmanna fullorðnir þarna eru 7%. Við sjáum, þetta nákvæmlega sem við sjáum að hann minnst í millihópnum en mest í unga hópnum og síðan í eldri borgara hópnum. Og hérna bara einmannaleiki, kallar segja, það næstum því fjórði hver kallmaður sem segja hérna að hann sé einmanna á aldrinum 18-24, konur eru ekki einmanna þessum aldurshópi. Við sjáum lækkar þetta umtalsvert. Við sjáum í þessari skýrslu þá kom fram að aðeins 6% telja sig vera einmanna á aldrinum 45-64 og 3% 65 ára og eldri. Þannig að þetta athyglisvert, svo ekki sem meira sagt. Hvað höfum við verið að gera svo ég dragi það aðeins saman hvað við höfum verið að gera til að sporna við þessu? Við höfum hækkað hvatapinning og komið á tekjutengu, byrjað með frístund fyrir fötlubörn, Garðahraun heitir það var stofnað, sumarstarf félagsmiðstöða hefur verið settur aukinn kraftur í, það hefur verið aukin fjölbreytni í íþrótta- og tómstundastarfi, ný félög stofnuð og nú stendur til að stofna ungmennahús, við höfum ráðið menningarfulltrúa til að sjá alla menningarviðburði hjá okkur, gert nýja samninga við félög eldri borgara og aðstaða betrumbætt og síðan bætt aðstaða almennt í íþrótta- og félagsmálum og síðan settum við nýja lýðheilsu og forvarnastefnu árið 2021 sem við vinnum með. Þrátt fyrir þetta einmannleiki að vaxa, þrátt fyrir að viðleitni sveitarfélagsins sé þetta og þannig að við hljótum að spyrja okkur áfram hvað getum við gert,
hvað það sem við þurfum, hver eru skilaboðin sem að sveitarfélagið verður að koma með inn í þessi málefni. Nú, umfjöllun færist í eldri borgara og þetta amma mín og afi aftur og ég bara svona vildi aðeins fjalla aðeins þau vegna þess að það tala ein svona helsta ástæða einmanaleika sé ástvinamissir og við þekkjum það bara á eigin raun því að afi minn hann lést árið 2010 og maður sá það strax bara á ömmu minni hvað hún félagslega einangraðist ár frá ári og á sama skapi þá bara sá maður að hennar andlega líðan hrörnaði og hennar geta bara hrörnaði bæði líkamlega geta og andlega geta og þetta sáum við bara á eigin skinni eins og ég segi og þess vegna var félagslega einangrun mér mjög hugleikinn þegar ég byrjaði þátttöku í pólitík og við vorum byrjuð að skipuleggja ráðstefnu félagslega einangrun og það svo frábært að kirkjan var á undan okkur, það svona lýsir því hvað kirkjan með fingur á púlsi samfélagsins að hún oft síkvikk og tilbúin til þess að mæta svona málum en þetta raunverulegt áhugamál út af því að ég hef séð þetta og upplifði þetta á eigin skinni því að þessi glæsilega kona, svo ég sjá hún félagslega einangraðist og það var rosalega erfitt fyrir hann að stíga við þröskuldin þrátt fyrir að við vorum alltaf að reyna að fá hana. Þannig að þó að við vitum af þessu fólki, þá ekki þar með sagt að þessu auðvelt að fá það til þess að taka þátt í félagslegu starfi. Við erum ekki verið að þvinga þau til þess að mæta í Jónshús, svo dæmis ég tekið, þó við reynum með öllu leiðum að fá þau, sko. En síðan í alls konar þjónusta sem ég fer inn á núna. Hvað höfum við verið að gera til þess að sporna við félagslegri einangrun eldri borgara? Og einmanaleika, við settum þessa stefnu Garðabær árið 2016 í málefnum eldri borgar og hún var unnin í samráði með eldri borgurum og við byggjum enn á þessari stefnu í dag sem átt að marka þessa framtíðarsýn og á grunni þessara stefnu þá sett fyrir aðgerðaáætlanir sem eru settar til 3 ára í bænum til þess að mæta þörfum eldri borgara og meðal annars stuðla að því að sporna við félagslegri einangrun og síðan höfum við birt vegvísi sem upplýsingarit bara með öllum upplýsingum sem eldri borgarar þurfa að vita þjónustu í samfélaginu og síðan félagslegt tilboð. Þannig að þetta allt saman til inn á vefnum hjá garðabær.is. Nú, hvernig mætum við þörfum? Í fyrsta lagi þá gerum við samning við félög eldri borgara og þetta eru þau 2 félög sem starfa í Garðabæ, félag eldri borgara í Garðabæ og síðan félag eldri borgara á Álftanesi og þessi samningar eiga að stuðla félagslegri virkni og við veitum þeim fjárhagslegan styrk til þess að vinna þessu og til hliðar ég bara með, þetta dagskráin bara í næstu viku hjá félagi eldri borgara í Garðabæ og það ótrúleg hvað það fjölbreytt dagskrá bara hjá félagi eldri borgara sem með aðstöðunir í Jónshúsi og smiðjan sem hérna í Kirkjukóli. Þannig alls konar, þegar ég var að lesa þetta, ég sá alls konar sem ég veit ekki hvað Qigong, ég hef ekki hugmynd hvað en það örugglega frábær félagsleg virkni og mæli bara með henni. En ég mæli með að fólk fari inn á heimasíðu félags eldri borgara og inn á Facebook síðuna og kynni sér þetta starf því að það margt í boði sem mjög skemmtilegt. Og síðan erum við líka með, við byggjum og höldum úti félagshúsnæði fyrir eldri borgara og ég nefndi Jónshús í Sjálandi sem var nýlega endurbætt og á sama skapi smiðjan sem við vorum nýlega að endurbæta líka og síðan mun líka ný félagslega aðstæða fyrir eldri borgara opna í glænýju húsnæði við Lambamýri núna á Álftanesi. Það að opna bara núna mjög fljótlega en Álftanes þau hafa verið með aðstöðu í Litlakoti þar. Og síðan töluvert þjónusta unnin í Ísafold, hjúkrunarheimilinu hérna í Sjálandi og þar nefna félagslega heimaþjónustu, dagdvöl, dagþjálfun og þar eignir þjónustumiðstöð, sjúkraþjálfun, stuðnings- og öldrunarþjónusta Garðabæjar, hársnertistofa og fótaaðgerðarstofa. Talandi dagdvöl, við munum þegar amma fór í dagdvöl á Ísafold, pabbi þú manst nú eftir því að hún var að byrja að setja á sig varalit aftur og vildi ekki segja okkur frá einhverjum kallmanni sem var þarna. Hún hafði miklar áhyggjur af því að við vissum að það væri eitthvað rómans hann í gangi en það var allt mjög gleðilegt að sjá það. Síðan starfa öldungaráð í bænum og það ein af nefndum bæjarins sem vinnur á málefnum eldri borgara og með þessu þá erum við að ná til fjölda eldri borgara og við sjáum að það ánægja með starfi á eldri borgurum þó að mætti vera meiri í þjónustukönnunum. Við erum samt almennt með hærra skor í þjónustu við eldri borgara í Garðabæ heldur en við erum fremst í flokki meðal stærstu 20 sveitarfélagana á landinu. Þannig að það gleðilegt en við erum ekki alveg að ná til allra og þá spurning hvað höfum við verið að gera til þess að ná til þeirra einstaklinga sem eru félagslega einangraðir og
ég ætla bara að segja ykkur frá nokkrum verkefnum að við höfum farið af stað með verkefni sem voru sérstaklega sniðin af þeim sem eru félagslega einangraðir og það var þá gert með þeim hætti að það var hringt sérstaklega, í einni rannsókn var hringt sérstaklega í 600 manns og það var kynnt þeim fyrir starfseminni, spurt hvort þau vilja ekki koma, boðið upp á heimsókn og það var fjöldi voru heimsóttir og það var spurt með heimsókninni líka, viltu koma með mér niður í Jónshús? Þetta margt af þessu fólki býr í Sjálandi, þannig að það voru hæg heimatökin. Þetta var allt gert til þess að fá fólk til þess að stíga yfir þröskuldinn. Og það var oft hringt oftar en einu sinni, oftar en tvisvar yfir sumar og annað í fólk. Og þarna það sem var líka gott við þetta, það var komin gagnagrunnur, við vissum hvaða fólk það var sem var félagslega einangrað. Og þetta eru svona átaksverkefni sem hafa verið framkvæmd, ég nefni hana léttum lund og liðkum liði og þessi átaksverkefni sem hafa verið framkvæmd. Og það sem gott að síðan kemur fram í einni skýrslunni að hamingja mjög mikil í þessum hópi þrátt fyrir allt. Og aðeins 7% segja lýsa yfir vanlíðan og það þá einmitt vegna ástvinamissi og einmanaleika. Og ég hef sérstaklega áhuga á því að halda þessum verkefnum áfram og búa til einhvers konar kerfi í Garðabæ sem vinnur markvisst reglubundið yfir árið í þessu. Þetta sé ekki þessi átaksverkefni sem við setjum alltaf stað reglulega. Núna eru við til dæmis að tala fjárhagsáætlun og hvernig við ætlum að verja fjármunum fyrir næsta ár og oft setjum við höfum sett í fjárhagsáætlunina ákveðna fjárhæð sem sérstaklega fyrir verkefni sem á sportangit félagslegri einangrun. Væri ekki dásamlegt ef þetta væri bara fastur liður í fjárhagsáætlun Garðabæjar þegar fram í sækir. Ég held það. Þetta svona það sem ég vildi segja, ég að tala allt of lengi og biðst afsökunar á því, en þetta bara svona það sem ég vildi segja fyrir hönd Garðabæjar og svo skilja þessa setningu eftir hugsum til hvers annars og hvert annað. Það auðvitað hlutverk nærsamfélagana. Og ég þakka kærlega fyrir mig. Ást og þakkir, ekki fara, gefum tækifæri á því að spyrja Hrannar Braga Eyjólfsson einhvers eða athugasemdir við hans framsögu. Já, Fjóla. Verkefnum varðandi að rjúfa einangrun hjá eldri borgurum okkar. Hafið þið eitthvað hugsað ykkur eða sjáið í einhverju framtíðarsýn eða skipulagi það að bjóða upp á bara aðstöðu fyrir ráðgjafa eldri borgara eða einhvers konar heilabila fyrir aðstandendur fólks með heilabilun og svo bara þá sem eru 60 ára eldri eða 67 ára eldri. Þannig að þeir getur bara komið á einhvers konar skrifstofu sem eru opinber skrifstofutíma og fengið leiðandi þjónustu. Ertu til að endursegja spurninguna áður en þú svarar svo fólki sem í streymi heyri? Já, endursegja spurninguna. Spurningin var hvort að við höfum skoðað það að ráða ráðgjafa sem getur tekið félagslega einangrað fólk, heilabila og annað á einhvers konar skrifstofu og leitt það í gegnum. Já. Af því þau hafa ekki frumkvæði og þekkinguna og þessu tölvuferðni og allt þetta sem að nútíma samfélaginu okkar krefjast. Já, leiðandi þjónusta sem út af því að rannsóknir sýna að það þarf að leiða fólki gegnum þessi þjónustu sko það náttúrulega niður í Jónshúsi náttúrulega starfsmaður sem fyrir fólk sem á að sjá og það líka samanskap í Ísafold. Við höfum ekki skoðað þetta kannski nákvæmlega eins og þú orðar spurninguna öðruvísi heldur en að við erum með starfsmannir í Ísafold og niður í Jónshúsi sem að fara með þetta að sýna námskeið. Það til dæmis mjög fjölbreytt námskeið til dæmis tölvunámskeið út og nefni það sem að vera að fara yfir þetta en það náttúrulega fastur starfsmaður þar sem á að vera fólki til aðstoðar. Þannig að og síðan eins og ég segi, ég get bara ekki hrósað starfi félags eldri borgara nóg. Það ofboðslega margt í gangi sem í gangi þar og það að koma fólki þangað inn þannig að því líði vel því að það líka búið upp á hádegismat og kaffi og annað. Það mikilvægast í þessu öllu finnst mér að koma fólki við þröskuldinn. En ég veit að það ekki auðvelt vegna þess að ég þekki af eigin raun. Amma mín, við vorum alltaf að reyna að hvetja hana en hún var ekki alveg tilbúin, henni fannst það erfitt. Það þurfti beinast að draga hana og maður náttúrulega vill ekki gera það við fólk. En já, ég vona að þetta svari spurningunni einni. Þá langar við bara að skilja eftir þetta. Það frábært það sem þið að
kannski næst þegar ég kem til þín á kynningu, þá er gaman að sjá þig bæði með öldrunaraðgjafa hjá ykkur. Já, það náttúrulega stuðnings- og öldrunarþjónusta Garðabæjar inni í Ísafold. Það starfsfólk á bæjarskrifstofunni sem sérstaklega með þennan málaflokk. Það alls ekki þannig að það sé ekki starfsfólk sem að sinna þessu hjá bænum. Svo það sé alveg skýrt að það starfsfólk í þessu. Ég bara ekki viss það ráðgjöfin sem þú nefndir hvort að ég sé nákvæmlega með hann skilgreindan einhvers staðar, sko. Það það sem ég reyna að ýta aðeins meira að þér að gera svo gott. Það bara svona pínu viðbót og það nýtt nám til dæmis í Háskólanum á Akureyri svona ráðgjafa og þannig að þetta svona aðeins svona nýjung, þannig að það í rauninni allt góða starfi og það kannski einhver svona aðeins ofan það sem miðlar svo niður á allt þetta góða starf sem þið eru að gera og engin ábyrgð, heldur bara áfram og gott að gera gott. Takk. Takk hérlega. Ásta, þakkir fyrir þína framsögu og fyrir það að gefa þig tíma til þess að segja okkur frá nærsamfélögunu. Kirkjan í liði með sveitarfélögum, ríki, heilbrigðisstofnunum, öllum þeim sem láta sig varða heilsu og hagsmuni fólks. Það erindi kirkjunar, hefur alltaf verið og verður áfram og þú mátt vita það á því í Garðabæ að við hér erum samverkamenn á þeim agri. Takk fyrir þína framsögu. Takk hérlega sem þess. Ég vil þakka öllum þeim sem hér hafa talað og mér langar til þess að hvetja okkur sem hér eru til þess að bera það sem hér hefur verið sagt áfram. Við höfum hér talað í 2 tíma, hér hefur mikið efni verið borið fram og það okkar sem hér störfum að klippa það niður og miðla því með ýmsum hætti. En eins og ég sé það að þá ekkert viðfangsefni sem stendur kirkjunni nær heldur en þetta, að skapa tengsl á milli fólks og rjúfa félagslega einangrun. Og minn bakgrunnur í Biblíunni, Pálsbréfin fjalla nær einvörðungu það hvernig við sem samfélög getum staðið saman. Orðið samhugur, það eru búin til ný orð til þess að lýsa því og sögurnar af Jesú fjalla það að mæta náunganum þar sem að hann eða hún staddur og stödd og rjúfa félagslega einangrun og skapa tengsl. Takk fyrir í dag. Þessu streymi hér með lokið